Sigga-Dögg á K100,5. Mér langaði að forvitnast að því að við vorum að tala klám og örvun. Já. Mér langaði að spyrja af hverju klám svona mikið tabú varðandi stelpur. Þú veist, það er svo ótrúlega óalgengt að stelpur þurfa að viðkenna til dæmis að þeir horfa á klám, þrátt fyrir að séu ég held að sé 1 af hverju 5 stelpur sem horfa á klám eða eitthvað, ég las allavega einhvern það. Já, það er eiginlega nokkuð í þessu, það er klám sem er svona algengt klám sem er framleitt. Kannski sem við hugsum bara er á kannski þessum klám, svona algengu eða stóru klámsum sem að sér maður fyrir eitthvað að googla, að það höfðar oft ekki til kvenna, þannig að það er kannski ekki beint bara þessi tabú, heldur finnst konum það bara ekki sexy og þess vegna oft talað að konur finni sér betur í bókum og þess áttar, að því það þarf aðeins að búa til sögusvið sjálfar og setja hausinn á elskuðan þó honum sé lýst og við fáum að ráða fötunum og öllu í kring Þannig að, en ég held þetta sé þetta að aðeins að aukast núna að konur tali það ef þær horfa á klám, en ég held þetta sé meira að þær finni ekki alveg klám sem hendar sér. Já, ég held að, mér finnst allavega svona með mína vinkonur sem eru kannski ofta að tala að það er erfitt að komast í stuð og þess að það. Já. Það finnst mér svo sniðug hugmynd að þetta hjálpa mann svo ótrúlega örva heilan. Já. Þetta getur verið svo frábært hjálpatæki. Já, þetta getur alveg verið það, en svo fyrir suma er þetta líka kannski pínu að þú ert að viðurkenna fantasíur fyrir sjálfur þér, eins og kannski, því að mörgum konum finnst kynæsandi að horfa á 2 konur saman, við vitum það, en það er kannski ekki öllum sem finnst þægilegt að vita af því að það æsir, þannig að þarna getur farið á skjön svolítið hvað þið þykir æsandi og hvað þú ert tilbúin að gangast við að þér þykir æsandi. Það er líka svolítið máli með klám, og klám er bara, við notum klám en það er ótrúlega stórt reglífahugtak og svo margt það er undir, það segir mann ekki neitt að horfa á klám, bara segir mann ekkert hvað maður er að horfa á. Þannig að það er með margir kvenkyns leikstjórar og ég mun taka fyrir þátt sérstaklega klám, þannig að við förum í það og það eru margir kvenkyns leikstjórar sem virðast ná að höfða til kvenna og svona margar konur finna sig aðeins í að horfa á það og fyrstu skrifin gæti jafnvel verið bara að lesa. Já. Mér stætti allavega svona í grunninn eins og þegar ég er að leita mér að klámi til að horfa á, þá er ég að leita á einhverju sem er svona snyrtilegt umhverfi, að bæði konan og karlinn séu myndarleg eða allavega að karlmann sé ekki með sítt krulla hár og heiti Julio eða eitthvað líka. En það virðist einhvern veginn vera, myndi þess að það er svolítið erfitt kannski að finna það. Já, en ég minna á Julio, sumum finnst Julio bara mjög sexy. Þú veist, sem finnst bjórbumban bara ógeðslega sexy. Mér enda finnst bjórbumba ekki ljót, Nei, ok. Ef við kannski höldum okkur einhverja marka. Já. En ég held að ég ætla ekki að fara kannski nána lýsingar á ummæli á viðkomandi. Nei. En ég vona að ég hef allavega að svara þér að einhver leiti og svo ætlum við að kafa dýpra í þetta núna í vetur. Já, ég er spennt fyrir því. Já, frábært. Þannig ég þakka þér bara kærlega að hringja og vona að þú fylgist með áfram. Klálega. Ok, takk fyrir þetta. Já, bless. Bye. Sigga-Dögg á K100,5.